Hola chica. Hola. Má bjóða te? Yes please. Það ekki. Það kom tími til. Allir sem að hlusta mig bara skoppa núna skoppa frá, pása þáttinn, ná sér í te. Ná sér í glóðvolgan tebolla. Já, setjast niður og join the conversation. Yes. Join us. Join us. To our journey of unusual celebrity baby names. Wow, we're doing this one in English? Yes. Við þurfum að gera eitt, Tímon. Það ekki? Það er bara heilan þátt á ensku. Ok, ég er til sko. Já. Og hvað fyndið? Ég er til að pröfa. Af því að talaðum áður eins og James, vinn okkar, hann hefur svona stundum sett okkur í gang og reynt að hlusta. Og svo var ég að tala um vinkonu mína sem ég bjó með út í Boston. Hún er norsk. Þannig að hún skilur svona, þú veist, ég var að tala um hana FaceTime daginn, hún er svona, ég hef alveg sett á þátt og skilur meira en ég held ég myndi skilja. Og hvað það fyndið? Af því að norska er náttúrulega svona pínu, þú veist, það er svona eitt orð sem er svipað, en svo náttúrulega slettu við svo mikið líka. True. Þannig að hún er vel svona, já, ég hef alveg svona reynt að hlusta. Hún skilur ekki annarkvort orð bara því við tölum ensku svona annarkvort orð. Já. Og svo svona inn á milli norsku, að því hún kann sko norsku og sænsku. Já, sænska er kannski meira svipið það ekki. Ég veit það bara ekki. Mér finnst norska ekki það svipið, sko. Ég kann það ekki neitt, en maður horfði á hana Skam. Ok, er ég að pí Skam, sko? Já. Ég sakna Skam. Og geðvitt. Já. Du er en drittsek. Du er en drittsek. Það er skemmtilega þættir. Það er geggjaði þættir. Já. Miss. Sakna þá. Já. En já, einhvern tímann, ensku þáttir. Já. Er ekki allir að pæpa það? Jú. Þá getur sett á TikTok og allir TikTok grilla okkur. Já, við elskum að vera grilla á TikTok. Grilla okkur, endilega. Já. Við erum að fá okkur svona líka til að grilla okkur bara svona eins og bassa eða eitthvað alltaf. Eins og við þorðum ekki í þegar hann kom í heimsóknina. Nei, við þorðum ekki, sko. Hvað heitir þetta þér? Heitir þetta ekki svona svona rappa, ertu ekki að tala um svona bákar að okkur? Jú, þetta er svona þannig, já. Svona Rósta, já. Roast us, please. Ég hef ekki þórað með bassa, sko. Nei, ég hefði alveg verið til í að off camera ef ég myndi fara að gráta. Já. Ég mitt. Ég líka. Já. En tökum það næst. Við erum eftir að fá þessar æði stórstjörnur aftur. Fucking meistarar. Já, love them, sko. Ándjóks. We love them. En við elskum líka Lauga Spa, Organic Skincare. Styrtar aðal nokkar var mækið mér bara datt. Og við langar að mæla með body ylvatninu þeirra. Já. Svona fragrance, svona ilmur. Nákvæmlega. Og þetta er ekki, ilmvatn, þetta er svona ilmur. Þetta er ekki ylvötnin sem að við... Ekki parfum, heldur fragrance. Já, ekki parfum, fragrance. Kasmír, það er parfum. Parfum. Þetta er fragrance, body signature. Það var svona vanilegt þessu og mér finnst ógeðslega næst og því að ég oft tala ég bara stundum í hálftíma að gera skinnkerið mitt og svona loka skrefið er svona áður í rúm skilur þá svo róandi lykt, svo vanilegt og líka þú veist, þetta er svona ólíkt kannski ylvatni þú veist, þá fer þetta meira bara svona á húðina og svona þú veist þetta er ekki svona festast í föt og já, þetta er ekki svona ylvat þú veist, maður er ekkert endilega að sprauta sér ylvat þá maður fyrir að sofa nei, en þetta er svona cozy lykt. Já, þetta er svona cozy. Og svona liggur við sprauta smá í kotta minn, sko. Já, og líka þetta er bara svona aðlæðast að húðinni, þú veist, húðin bara lykta svona. Já, nákvæmlega. It's very nice. It's very nice. Og vanilega náttúrulega, þú veist, það er bara svona lykt sem að feila aldrei. Nei, ég er líka svo góð vanilegt. Það er alveg til margar vanilektir. Sem er svona ofsætar. Já, svona... Sem er svona, þú veist, já, svona dastu onni sigur af vanilu. Já, dastu bara onni vanilu að dropa eða eitthvað, sko. Já, ekki eins og það, minnst það svona sætari. Ég er að hugsa þú veist, svona, já, sem að nota þegar ég var krakki já, svona algjörlega, en þetta er svona mjög svona sexy vanilla elska já, við sko líka gott ísbúðhuppu wow, það er þetta að búa til svona jingle ísbúðhuppu það er teipastrefin á ísbúðhuppu þetta var nú ekki very jingle. Original, nei. Þannig að fá bassa eða eitthvað til að hjálpa okkur að semja. Já. Stefið. Við erum ekki góður í þessu. Nei. Við kunnum ekki að syngja, við kunnum ekki að búa til lög. Við erum talentless. Í rauninni. Já. Well. Það er nú fínt að eitthvað setja mæk fyrir framan okkur. Fyrst við erum svona talentless. Þú ert allavega að hlusta. Þú, kæri hlustandi. Já. Á 2 talentless skvísur. Já.
Og við bara elskum það. Já. Takk fyrir að hlusta. Takk fyrir. En við mælum með að bara kíkja í ísbúð uppi, smakka tebúsrefin. Þú veist ekki ennþá búin að því. Sem er skrýðið. Væri alveg steikt, sko. Af því að þetta er hnetusmér, Oreo, 2-fald jarðaber og Snickerskurl á toppinn. On top, já. So good. Og the secret ingredient er bara, þú veist, ástin. Já. Sem að við settum í að búa hann til. Þið getið séð rílið okkar á Instagram, þar sem við erum að búa þetta til. Það sem við erum alveg að búa til í bræðrifin. Og þarna erum við, alltaf þegar pantiðan, þá erum við bakvið að bara sveittar, skilja, búa hann til fyrir ykkur. Já. Við vorum nánast heila vakt bara, þú veist, heila vakt, en þú veist, við vorum áður en það opnaði, þá vorum við að búa hann til. Já, við byggum hann til, það tók alveg 5 tíma. Já, og vorum að taka það upp á myndband til þess að sýna ykkur hvernig hann er. Og hvernig valið fór fram. Já, það er svona slær mig. Birta ætlaði að reyna að setja hlaupperlur í tepásreifunum okkar. Ég ætlaði samt að gera það, var bara for the camera, sko. Ég er a hater á hlaupperlur. Ángriðs, ég er hater, sko. Ég er bragðarif, já, úi. Það er svo skrýðið. Það fyrir svona hart. Já, það er líka bara börn sem gera það. Skilaðalegt, þetta er litríkt, skemmtilegt. Þetta er skemmtilegt. Já, en það er ekki fullorðin einstaklingur að fara hlauperferðlir í bræðarauðin í dæmi. Það er að fara að skoða þig. Já. Ég dæmi þig. Já. Og ég dæmi ekki morga, sko. Nei. Heila bara engan, nema þig. Nema þig. Kæri hlustandi sem að fara hlauperferðlir í bræðarauðin. Nei. Attack, sko. Nei, bara gera það svo vilt. Já. En hugsaði svona, smakkaði eitthvað nýtt. Pröfa það. No. Það getur ekki... Þú veist hvað þú ert. Já. Þetta er örgulega svona, já, þú mættir í húsbúi. Ég ætla að fá huppaís, bræðaröf. Ég ætla að fá Snickers, jarðaber, hlauperlur. Og, já, blanda vel. Svo bara, fyrir ekki hvað það er? Hlauperlur. Já, það heyrir sér segið svo lágt. Það var jarðaber, Snickers og hlauperlur. Já. Ekki í ennum topping. Hérna fyrir ekki hlauperlur bara fyrir þá sem er yngri en 10 ára. Það ætti að vera alls dogmar. Tjóks. Gott hvernig leðilegar. Það er umlegar. Já. Sorry, ég ekki hata okkur. Nei. Við erum bara að grínast. En bara þú veist, ef þú ferðir hlauperlur í bræðurinn, þá bara væpum við ekki, skilju. Nei. Og það væpa ekki allir. Getur ég ekki, þú veist, you can't sit with us, sko. Bara for real. Það er pínu mín. Já, ég er að djóka. Ef einhver vinkona mín eða vinur mér myndi gera þetta fyrir fram mig, ég myndi ándjóks, þú væri að labba heim, sko. Já. Ég myndi alveg vera svona leiðileg við þau líka, sko. Já, ég er bara potið verri heldur við ókunna mannesku. Já, hér tala við eitthvað sem er að taka þetta til sín. Það er alveg sem brútal, ég elska þig. Já. Myndi það, þú ert flottur, I love you. Já. Og þú mátt bara það sem þú vilt. Já, mátt bara það sem þú vilt. Þú mátt alveg fá þessar hlauperlur. Við erum bara rostaðið, af því að okkur langs að vera rostaðar. Já, okkur finnst ótrúlega gaman að rostaðar. Við fáum alveg ágætis magna því. Já, mjög mikið. Já, TikTok. En topic dagsins, við? Hvað myndi segja íslensku? Áhugaverð. Barnanöfn. Stjarnana. Já, áhugaverð. Af því að þetta er ekki... Barnanöfn. Við erum ekki að segja þetta ljótnöfn eða neitt þannig, við erum ekki að segja út á þessu nöfn. Þetta er bara öðruvísi. Bara svona, já, ekki margir sem heita þetta. Nei, bara öðruvísi. Þú veist, það og við elskum öðruvísi. Já, of course. Þú hefur alltaf aldrei þurft að gangi gegnum það að velja nafn á barn. Nei. Það er nokkuð. Ekki eins reynd og þú. Nei, en þegar ég tekur það þáttu upp, þá þá erst þú búin að velja og þú ert búin að halda frá mér í svona 7 mánuði. Já, búin að velja, en á sama skapi þá er það aldrei staðfyrst fyrir en ég sé barnið, sko. Nei, þú ert bara að fara að horfa á hana og er bara, þetta er Sunneva. Ég held að þurfi að sjá manneskuna. Til þess að, bara þú veist, til þess að svona bóka að vita hvað hún á að heita. Já. Heldur það ekki? Kannski er þetta bara ákveða Gústaf og svo sérðu bara, þetta er bara Jóhann, skilur við. Já, þetta er bara engin Gústaf. 100%. Það er margir sem lendi í. Ég er bara held það. Já. Ég veit að, þú veist, já. Það passar bara ekki við. Þú veist, þú finnur þetta bara svona innra með þér. Já, ég held það, sko. Og þú veist, þú þarft bara að sjá manneskjuna. Þú veist, eins og segjum að ég væri með hugmynd að skýra bara mitt ljósbrá. Bara hugmynd. Og svo myndi hún fæðast með bara dökkt hár og brún augu. Þá myndi ég mig kannski finnast að passa. Þá kannski kolbrún. Þá kannski myndi ég skreita yfir í kolbrún. Já. Skilur?
Kannski, maður veit ekki. Þannig ég held þú þurfi pínu að sjá manneskina. Já. Þú hefur samt valið fleiri nöfn á einstaklinga. Já, hunda. Heldur en ég, já. Ég hef skýrst örugglega svona 30 hunda. Já, held í því. Já. Og hvað, veist, þú ert alltaf með eitthvað þema. Já, Tell us about þegar it. það er got, þá sem þegar hundar eignast eða kettir eitthvað. En í mínu tilfelli eru hundar og þegar það er got, þá veljum við systur, ég og Rebecca, yfirleitt eitthvað fandom. Ef mamma er ekki heima eða mamma samþykkir. Ok, Hún var ekki mjög hlindur sem fyrst, ok, en þegar fyrsta gotið okkar kom, já. þá var mamma í útlöndum. Þannig að við vorum bara... Snoozy motherfucking loose. Þannig að við skýrðum þá fyrsta gotið okkar sem Bruce, hundurinn minn, var í. Kemur úr, já. Já, það var 50% var DC Comics og 50% var Marvel. En mamma kom svo heim og hún breytti nöfnunum. Nei! Já, á öllum nema Bruce. Hún er þú maður talda einu nafni, ég var bara Bruce Wayne. Ok. Og svo heldum við Bruce náttúrulega. Já, nákvæmlega. Og mamma bara, og svo... Og breytti hún hinu nöfnunum bara í eitthvað svona basic hundanöfn. Já, bara eitthvað Pongo og eitthvað, skilur Já, já. Mjög basic. En hérna, ég man ekki sem hvað héti. Það breytti, hún kannski breytti eitthvað svona gríst, já. Herkules og eitthvað hannig. Já, ok. Ég man það ekki. Hún alltaf valdi eitthvað sem ég hjálpaði henni að velja, hún var ekki að fíla þetta. Já, en hvernig þú veist, þegar svona hundar eru síðan keyptir, er ekki, þú veist, breyta eigandunar ekki nafn? Jú, en það heitir alltaf í ættbókinni eitthvað. Já, ok. Eins og þessi hundar, ef að þú myndir kaupa hund hjá mömmunni, þá myndi hann alltaf heita sem að við skýrum hann í ættbókinni, en svo skýrir þú hann bara eitthvað nýtt á vilt. Já, ef þú vilt, já. En margir halda bara nafninu. Eiginlega flestir sem að frá okkur hafa haldið nafnunum sínum, sko, sem er mjög kjút. Já. Smá leilt samt að ég er bara svona, fuck, ég er búin að eyða öllum bestu nafnunum. Já, nákvæmlega, þú ert að gefa öðrum geggjum nöfn. Já, þannig ég er búin að taka heilt gott sem er bara allt Star Wars. Já. Og heilt gott sem er Harry Potter. Það? Já. Og hver eru Harry Potter góðinni? Er það eitthvað sem ég þekki? Draco, auðvitað! Hennar Rebecca, já. Besti sæti. Það var Luna, Draco og Hagrid og... Já. Ó, cute. Hagrid? Já, hann heitir þetta Hagrid. Æi. Svo sætir. Og hún á tvo, þau sem eiga hérna Hagrid, þau á tvo. Eitt sem heitir Leia, Princess Leia Star Wars. Og Star Wars góðinni. Æi, en sætt. Það er svo cute, sko. Æi, dúlló. En eins og pappi náttúrulega á eitt frá okkur líka. Hann breytti nafn. Hann hét upprunalega eitthvað mjög cute, ég man ekki hvað, en það breytið í Rambo. Það er líka sætt. Hann hét Dobby, já, hann var á Harry Potter góðinu líka. Og okkur vildu breyta því? Ég var ekki á staðnum þegar þið breyttu, en Rambo var æði líka. Já, Rambo er mjög sætt líka. En hann hét Dobby, því að hann var með svona eina loppu sem var hvít eins og var í sokk. Æi. Svo cute. Mér finnst það cute að vera með svona þema af goti. Það er mjög cute. Já. Það er gaman. Ertu eitthvað búin að huga að þegar kemur kannski næsta got, hvað þema verður? Nei. Nei? Ég er ekki búin að huga að því, nei. Það er alveg mjög lítið eftir, þannig séð. Já. En það er alveg hægt að taka, skilur, Star Wars. Við viljum ekki aftur, já. Af því að við notum alveg blanda af gamla Star Wars og nýja, sko. Það er alveg líka því að við þurfum alltaf að skýra, skilur, kallkynssundarna og kvenkynssundarna. Já. Og svo kannski koma bara stelpur eða bara strákar. Já, nákvæmlega. Það er að vera með svona variety. En geta valið úr. Þú veist náttúrulega ekki hvernig, það er ekki svo hundar fara í sónar og geta séð kyni. Ekki kyni, nei, en þú þeir fara í sónar, sko. Já, en þá getur séð fjöldan, en ekki kyni. Er það nokkuð? Nei, nema, þú veist, alveg dýrst að vera sónar, ég gætir alveg kannski. Aha. Mögulega, það myndi fara bara í ykkur sónar eða bara, þú veist, smá tilgangslist. Já, kannski. Bara why? Já. Alltaf tilgangslust að vita kyni, en þú veist. Það er bara gaman. Það er bara forvitni. Það er bara, maður er aðeins á forvitin. Ég held að það sé bara pínu það, sko. True. Sumir eru ekki forvitnir. Eða sumir bara, við um vinkonu til dæmis, sem að vill ekki fá að vita. Það er bara ekki. Já. Ég er mjög spennt. Ég líka. Það verður bara mest spennandi þegar hún sendur okkur. Já. Hún er komin eða eitthvað og við erum bara, ég vissi það. Já, hún er alltaf að hendi, ég vissi það. I knew it. Það er ekki hugmynd. Nei, ég hef ekki hugmynd, sko. Það er svona alltaf 50-50 og ég hef alltaf rangt fyrir mér. Já, þú varst alveg vissum að ég verði með strák. Já, og líka Jóa. Já, og Jóa, já. Þannig að hvað heldur þú vinkuna okkar sem er? Ég er ótis, ég veit það ekki. Ég held hún sé með stelpu. Þannig hún er með strák? Já. Já. Og þá hef ég alltaf rétt fyrir mér, sama hvað. Já, við ætlum að spila leikir svolítið, já, nákvæmlega. En já, það er svona topic dagsins áhugaverð
áhugaverð Barnanöfn hjá Frægahóli. já, það þú veist veist þú hvað þú munt skýra þín börn? Nei. Ekki hugmynds. Sumir eru bara búin að ákveða bara frá því voru litlir bara vita nákvæmlega Ég hef ekki hugmynd sko og ég hef einhvern veginn, það er mörg samt nöfn þegar ég er svona að reyna að giska í svona baby showers svona giska og fer ég svona inn á svona manna nöfn eitthvað.is og skoða það er oft bara svona, þetta er cute já. Þannig að ég alveg svona nokkur svona sem ég er búin að sjá bara nýlega sem var cute sko Svo þarf maður alltaf að fá samþykki frá maka það er pirrandi Það er mjög pirrandi Ég vildi óski, ég geti bara valið ein Ég var búin að segja vikuna Það er eitthvað draumur hjá mér, ég veit ekki þú veist setja út að það, setja ekki út að ef það verið strákur þá langar að skýra Bambi en kunni var bara það er engin hávirtur Bambi ég bara, jú, af hverju ekki ég respekta Bamba sko ég líka það er náttúrulega leift það er náttúrulega nei, Bambi er leift, bara leift já, mér finnst það mjög kjöld sko, þú veist, jú, það er núna umræðum að fella niður, ég held að sé búið að fella niður mannum nefnd ég held það sko, ég held sé bara 100% búið en ef við hugsaum bara nöfnin sem að mannum var búin að leyfa þá var Bambi eitt af þeim já, þannig að það er til Bambar á Íslandi ég veit ekki hvort það sé til eitthvað sem heitir Bambi ef mannanafn nefnd er að leyfa ykkur nöfn það ekki alltaf búið að vera að sækja það ég veit það ekki ég held að sé ekki eitthvað randomli bara eitthvað að leyfa nöfn ég held að sé alltaf svona umsókn ég ætla að tjekka Bambi jú, það er til 2 Bambar já Nei, maður sér ekkert hvað eru gamlir það. Jú, það? Já. Einn er fæddur 86. Ok. Já, og einn er fæddur 2018. Vá. Já. 86 Bambi er ahead of his time. Er þetta í eignarnafn eða? Hvað það? Er það ekki aðalnafn og svo? Ég heiti bara fyrsta nafn, hann heitir bara Bambi eins og svon. Skilur, ég vil ekki að segja nafn hans. Skilur. Það geta allir farið inn í Íslendingabók. Já. En já, 2 kallar fundist að leita Bambi. Ok, það er cute mér fannst það cute, en Gunni var vító þetta Hvað fekk hann mörg vító? Sko við vorum fyrst svona gett að leika okkur að spjalla þess að svo gaman þegar þú veist ekki kynni að fara fram og tilbaka af stráka stelpu Já. og ég held að vorum bæði sammála því að það veri erfiðara að finna strákana Já. Heldur en stelpu? Það er áhugavert Já mér minnir að það hefði verið það sem gerist við vorum, þú veist, já ég myndi halda að vera öfugt, sko, fyrir mig ég veit svo mörg strákarna sem að ég var til að skýra en ég hef ekki hugmynd stelpunum, sko nei, það er alveg, þú veist það er alveg mörg falleg stelpunum já, líka stráka já, en þú veist, eitthvað svona, þú veist ég veit ekki, það er svo mikið variation, ég veit ekki, þetta er mikið variation á báðum en þegar við vissum það stelpa að þá vorum við bara svona, já ok vorum aðeins búin að ræða þessa samsetningu af þannig að það er 2 af nöfnum og já, þannig að það verður áhugavert að sjá hvort hún fáið það nafn en þið eru byrjað að kalla hana það, ekki? Jú, sko þegar talið á meilsina, því að alltaf þegar Gunni hringir þá er byrta bara eitthvað þú ert að spíkar sinni nei, já, að því daginn þegar hann hringdi þegar hann var að spíkar, það er eins og ég hef fundið þetta á mér þá var hann að tala skírnina manst ekki, og hann segir eitthvað svona hæ, eitthvað svona, heyrði ég var að tala við og þá fekk ég svona wow. Vist, hann er eitthvað svona Sunnuðina spíkar já, ég eitthvað svona Sunnuðina spíkar ok, þetta er náttúrulega skírnina thank god vissið þú að það verður að nefna barni ára að vera 6 mánaða gamall heyrði ég er ekki að grínast þér, ég var að segja þetta núna í matabóði heima á tengdafólunum mínum fyrir 2 dögum síðan þau sögðu öll við mig bara er eitthvað að þér, þau eru öll bara að byrta, þetta er ekki rétt ég bara víst ef þú ferðin á stjórnaráði.is verkefni, persónuréttur, mannanöfn þá eru bara megin reglur mannanöfn já, og þú fær sko dagsektir þú fær bara sekt upp á hvern einasta dag hvað er mikið sekt, veist það? Nei, ég veit það reyndar ekki en ég var bara it's gonna be an expensive name já, og þegar þau voru bara nei, þetta er ekki rétt, þá var ég bara heyrðu, fann þetta og las það fyrir og var bara gott face á fólk sko. ég var face, ég sagði ykkur það já, ég vissi það en ég var, að því ég sá eitthvað á samfélagsmiðlum ég hugmynd hver var, mann það ekki ég segi eitthvað svona, þessi fekk nafni sitt í dag áður en við byrjum að fá sektir og þá var ég eitthvað svona, hvað hann tala, eðskilu og þá fatt ég að maður myndi fá sektir það er mjög áhugavert
En það er svona akkur má þú ekki bara sleppa því að nefna barnið þitt? Ætli það sé ekki bara eitthvað með svona mannréttindi að vera með nafn. Já, kannski. Eða líka bara En þú svo að þetta barn sé til að skrá eitthvað þar. Já, þú heitir náttúrulega alltaf bara, þú veist, þessum Svona eða við dóttir. stúlka. Já. Og ég held sko, ég geti verið með vitlismál, en ég held að í dag, til dæmis eins og fyrir mig og Gunna, því við erum ekki gift, upp á fæðingardeild, verður hún skráð stúlka Birtudóttir. Aha. Ég held það, What? en ekki Gunnars. Já, en veitu, er það ekki þannig að þú ert í sambúð að þá kemur Ég veit, Gunnarsson? Já, Gunnardóttir. gæti verið sko, en ég veit ekki, en ég veit að hérna, að því ég er í svona bumbuhóp Já. á Facebook og það var einn sem lenti í því að hérna, Mér rámar ég að heyrti eitthvað svo svipað, sko. já, að hún var lenti í því að, þú veist, ég man ekki, segjum hún heiti Sara, ég man ekki hvað þessi kona heitir, en þá var óvart skrifað, þú veist, stúlka Önnudóttir, en hún er ekki Anna. Já. Það hefur bara svona, þú veist, misheyrðist greinilega eitthvað, skilur, en þá var einmitt svona hennar nafn nota sem, þið fattum hvað ég meina. Já. Þannig ég held, ég veit ekki, kannski er það úr í sambúð þá ertu skráð. Það er alltaf þannig að þú þarft að skráða í sambúð til þess að hann sé faðir, hún Hann sem er faðir barnsins. forræði. Já, forréttindi. Nei, forræði. Forræði. Já. Oh my god, við erum alveg að taka hérna. En já, ég held þú sért fyrst kennd við mömmu þína. Já, ok. Þangur til þú ferð nafnið þitt. Þú sagði ekki. Nei, ég held það. Gæti verið að bulla. Já. Áhugavert. Áhugavert. En ég var farið fyrir stjörnunum. það sem er áhugavert við stjörnunar. Já. Nei, mér finnst bara svo, mér nafn svo áhugavert. Ég held að móta alveg lífið þitt, sko. Já, 100%. Já. En hérna Natalie Portman, hún kemur oft upp. Hún á barn sem heitir Alep. Hæ? Alep. Elb. Þetta er skrifað. Það er A-L-E-P-H. Elb. Elb. Ég kann ekki segja þetta. Nei, ok. En það er mjög cute að lesa þetta. Alep. Er þetta á hún dóttur eða son eða? Ég veit það ekki. Alep. Ekki hugmynd, ég skal tjaka. Ok. Þetta Alep. Þetta er strákur. Þetta er strákur sem heitir Alep. Já. Ok. Já, mjög skemmtilegt. Flott nafn. Já, öðruvísi, Já. skemmtilegt. Hvað er svona fyrsta skrýtna barnanafn sem þið dettur í hug? Apple. Já, það er svo sagt það er Gwyneth Paltrow og Chris Martin. Já. Gwyneth Paltrow leikunan og Chris Martin úr Coldplay. En ekki Coldplay? Ég kemur. Jú. Þekki ekki hann mann. Chris Martin? Jú, held hann sé jú, hann er hérna Coldplay. Já, hann er Coldplay en hérna þau skýrðu dóttir svona Apple og þetta var sko á þeim tíma hvenær hún fædd? Hún er full, svona úlingur sko. Hún er rosalega sætt stelpa. Já, ekkert smá. Hún er fædd 2004. Já. Hún er 16 ára. Já, nokkla. Hérna, og þegar þetta nafn kom upp, ég bara þú veist það var allt crazy bara, heitir hún Apple og þetta var svona the most controversial name of the celebrities, þú veist, þetta ár og eitthvað eða þú veist, bara yfir höfuð og það var ekki fyrir en á síðast ári sem að þau voru basically toppuð og það var Elon Musk sem náði toppan þar. Ég kann ekki svona segja það nafn sko. Nei, en hún kommentaði Gwyneth Paltrow á postin hans Elon Musk taggaði Chris Martin, þeir eru skilin í dag, þeir eru ekki saman og segja bara svona, ég held að það sé búið að vinna skrýtnasta nafni. Ágríns. Veitu hvað, viltu ekki segja nafni? Já, sonur Elon Musk eignaðist fyrsta son sinn með Grimes-kæristun sinni. Hann var ekki bara í fyrra? 2020? Jú, 2020. Hann á alveg mörg börn fyrir en fyrsta barnið sett með Grimes söngkonunni. Eignaðist lítinn strák og hann var bara að tvíta þegar hann var upp á fæðingardeild og svo þegar strákurinn var komin í heiminn þá tók hann mynda hann með svona filter svona eins og babyfilter á Instagram þú veist, með svona tattoo eitthvað og skrifaði, þú veist, hérna er XIA-12 Já Í rómveskum, eða ekki 12-an? Nei, bara 12 bara 1-2 Ég held að vera XII Já, ok bara XIA-12 og það varð allt bara, veist, er þetta eitthvað formúla? Já, með þess svona
barnið með svona filter svona eins og Post Malone tattoo já, tattoo í framan eitthvað já, með random já, en sem sagt seinna meir þurftu þau náttúrulega að útskýra því að þau geti ímyndað ykkur að var allt bara crazy I have a lot of questions já, og þau töluðu X var þú veist óþekkta breytan I, sérst íslenski stafurinn I það er mjög áhugavert en það er þú veist þeirra þú veist það er bara AI Artificial Intelligence I veist, þannig að þau notuðu bara I-stafinn í stað fyrir AI Artificial Intelligence svo eru þau aftur með A Bansek 12 sem vitnar í þeirra uppáhaldsflugvél þetta er svo skrítið já, sem er svo sagt svona einhver herþota sem er ekki violent en mjög fljót já svona. En þannig að þú veist þetta er eitthvað svona og súflugur heitir Archangel þannig að hann heitir eiginlega XI Archangel já en hvað var hann ekki bara kallaður eitthvað mjög basic? Ash já, ég held hann að ég vera kallaður Ash en en það er náttúrulega bannað í Kaliforníu með lögum að skýra sem sagt merki eins og bandstrygg og skýra tölustafi þess vegna er í ef þú skoðar fæðingarvottorðana þá er XII ekki 12 já, í fæðingarvottorðinu já, ok, sumir segja að þau skrifa bara 12 já, ok, ég er að horfa á okkar sem á að vera the birth certificate já, og það stendur það, X er fyrsta nafni og svo kemur hitt allt í seinna nafn já, einmitt og svo mörg þetta er alveg stygt sko, en en ef hann er kallaður S þá er þetta ekkert svo flókið já en það er bara flókið að maður kalla XI A Bansek 12 já, líka bara að leika við einhvern börn og bara hvað heitir hann? Og bara, hvað er að byrja? já, þannig að XIA Bansek 12 en þannig já, mér var svo gott þegar Gwyneth Paltrow kommentaði bara svona hey Chris, we've been beaten mér finnst Apple samt alveg mjög krúllegt sko mér finnst ekkert að Apple eða þú veist, mér finnst að þetta er alveg áhugavert nafn já, en maður er samt ekkert eitthvað að pæli því eftir þetta ég held mér ekki pæli neinu nöfnu þetta sko nei, kannski ekki svo náttúrulega mér dettur í hug líka náttúrulega bara Northwest þegar það kom á sínum tíma það var alveg svona wow nú var bara what the hell já, maður þurfi bara skrítið því að maður hélt líka að myndi halda í K-hefðina og eitthvað en Northwest er geðveikt nafn nú er bara, ég get ekki séð hana fyrir bara heita neitt annað en Northwest ángríns við erum bara að normalæsa það já, en það er náttúrulega bara þú veist hún talaði sko að Anna Wintour hafi verið svolítið svona þú veist svo sem að þetta var hugmynd sem að þau voru með og og svo var Anna Wintour bara já, ég fíla þessa hugmynd og þá var Kim svolítið selda hugmyndina bara ok, já og svo náttúrulega seint og hún talaði í að, þú veist, kann ég hef valið þannig og náttúrulega bara biblíutengt og eins og hann kann ég og svo Chicago sem er náttúrulega borgin hans já, hans fæðingarstaður og uppáhaldsborg og svo er það Salm sem er náttúrulega skrifað P-S-A-L-M eins og Salmur já, þetta þýðir bara Salmur en hún sagði í þáttunum að þau hefði leitað af öllum nöfn þú veist, þau hefði farið í gegnum alla biblíuna að leita nafni sem byrjaði á ég já, ok skilur, svo var það var ekkert úr því nei. Þú veist, þau fundi ekki neitt sem þeim leist á þannig að Salm varð fyrir valinu já, mér fallin það já, mér varst að skrítið þegar kom út sko að því að maður var líka bara Psalm já, það maður kunni ekki bara fram Psalm en svo náttúrulega Beyoncé og Jay-Z með Blue Ivy Ivy það er ógeðslega cute það er ógeðslega flott sumir segja að það sé eitthvað svona gett vitneska í eitthvað svona dark já, segja eitthvað að þú veist, þetta sé að blue geti staðið fyrir eitthvað svona born living under evil ok, en alltaf fyrir ekki alltaf að vera rauður einhvern veginn já, og svo Ivy að það standi fyrir Poison Ivy nei, Illuminati is very youngest já, meinar Ivy elsku en þú veist, það er alltaf fólk sem að vill kenna vill tengja saman Beyoncé og Jay-Z en svo náttúrulega týpur hann líka Rumi and Sir er alveg áhugavert nafn já, mér finnst það skemmtilega nafn sko Sir hvað, ef ykkur að tala við þig yes sir sir hvernig talar við hann í tölvupostum
Já. Dear sir. Sir. Dear sir. Mr. Sir. Sir. Mr. Sir Carter. Já. Og Rúni. Rúmi. Já. Stormi kom líka á óvart fyrir mjög marga, sko. Það svona svo fallið. Dóttir Kylie og Travis. Já. En hún hún sagði frá því að hún vildi bara, þú veist, planið var að dóttir átti að fá nafn sem enda á EE. Þú veist, alveg svo Kylie. Já. Og hún vildi að nafnið hennar myndi enda á EE. Svo þegar hún var að staðfesta nafnið fyrir sem sagt, bara mitt birth certificate, bara fæðingavottari, bara hún sé komin og þau búin að ákveða, þá var það bara last minute, bara call, bara, þú veist, ákveðin í síman, hún var bara eitthvað STORMI og stoppaði svo bara. Já. Svo sagði hann bara við Travis, bara, þú veist, þau voru bæði búin að samþykja bara Stormi með Já. Svo sagði hann bara Travis bara, þetta tilgangslist. Já. Þetta er tilgangslist eða í endan. Það er líka bara svo cute, einhvern veginn. Já, hitt er bara meira cute þess þú veist, að henni fannst þá skilur en bara ekki að skrilla að vera búin að ákveða bara, þú veist, og svo bara svona þegar hún sagði þetta upp á, þá var hann bara, nei, bara Það er cute. Já, það er cute, já. En það er ein kona sem er leikona, svona auka leikona, hún er Shannon Sossamon. Okay. Hún leikur til dæmis í Holiday, svona auka hlutverk bara. Okay. En hennar krakki heitir Audio Science. Audio Science? Já. Ok. Why? Já, mjög góð spurning. Já. Ég bara, já, þetta er svona mjög, þetta er örugglega áhugaverðasta nafnið sem ég sé á þessum lista hérna fyrir utan Elon Musk, Ash. Audio Science. Já, þetta er byrjun svona steikt samsetning. Já. Ég fíla alveg nafnið Audio. Já, það er cool, sko. Mér finnst alveg sætt, sko. En, já. Audio Science. Svona bara Cardi B og Offset. En dóttir þeirra heitir Culture Kiara Cephus. Já, Culture. Culture, já. Veistu, það er alveg svona steikt sem nafn, en það er Culture með kái. Já. Og sko, Offset alveg fokki mikið af börnum. Aha. Já, alveg bara helling af börnum, sko. What? En þetta er fyrsta náttúrulega börn hans með Cardi. Já. Og eignust hana 2019. En hún heitir sérst Culture Kiari. Og Kiari er fyrsta nafn hans Offset. Þannig að hún fekk millinafn fyrsta nafns pappa síns, skilur. Og Culture gæst steikt en Migos, þess að hljómsveitin sem að Offset er í, þau gefur 2 plötur sem bera nafni Culture. Aha, já. Með kái? Ég held með sé. Já, ok. Þannig að þetta er bara orð. Já, þetta er bara orð sem að hann greinlega bara elskar svo mikið. Að hann bara, ok, dóttir mín að heita þetta og mitt nafn. Já, það er mikið. Já, mér finnst það sætt. En þú veist, auðvitað bara svona frekar áhugavert nafn því að þetta er bara menning. Hún heitir bara menning. True. Einhvern veginn. Já. Og svo er það true. Og svo er það true. Það kom á óvart með þess. Já, það er alveg skrítið nafn. Já. Maður segir true svo mikið, einhvern veginn. Já, true. En það er svona að venst, það var alveg búið að venjast á mann. Mér fannst það bara svo ironic þegar það kom. Já. Þú veist, we all know why. Já. Þetta er svo, já, þannig að barnið hennar, Chloe og Tristan. Já. Og svo kemur, þú veist, true. Já, hann heldur hann fram hjá, þú veist, það kom hann upp kemur ólétt, já. Viku fyrir setnadag. Viku fyrir. Þá sér hún bara, já, ok, hann er búin að vera þessu. Svo fær hann barnið í hendunar. Og hún bara, já, true. Og það er eitthvað svona, ég veit ekki. Ég er misánað með nickname-in sem þau hafa verið að gefa henni. Hvað er búin að gera? T? Nei, eitthvað svona eitthvað, veitu ég verð að finna það er eitthvað svona trúfludúf eitthvað svona What? Trúfludúf? Nei, það er eitthvað svona veitu, ég verð að finna nickname-in sem þau hafa búin að gefa henni. En ég man en þegar öll Kardashian fjölskyldan er með svona mjög einkennilega nefn. Já, svona skemmtilega öðruvísi. Já, eins og Rain. Dream. Ég man ekki. Ég reyna að finna, veitu? Hvernig gengur þessu?
What? Ok, Nicole Kidman og Keith Urban eiga barn sem heitir Sunday. Ok, það hlýtur upp á staðan þeirra. Já. Sunday. Ok, stendur ekki hérna hvað hún að kalla True Thompson, en það alltaf eitthvað Truefly Doof eða eitthvað svona bull. Já. En ég held þú sé ekki kallið T af því að ég held að Tristan sé stundum kallaði bara T. Aha. Já. Bara te. Bara T. Andrés, hann te, sko. Já. En Ég góða tebólið fyrir byrtið, sko. 100%. Nei, en það kom óvart. Það svo mikið áhugaður nefnum að Já, það sko það var líka eitthvað annað. Náttúrulega, mér fannst í dag ég bara vák, þetta eitt af bara sætustu nöfnum sem ég veit en ég man það var pínu svona sérstaklega þegar kom út, það var John Legend og Chrissy Teigen með dóttur sína Luna. Já. En í dag ég bara svona, ég sé ekki, en ég man að var svona smá svona, Luna, já. Þannig að, já, þú veist, það ekkert skrítið núna einhvern veginn. Ekki, nei, mér veist það ekki, sko. Luna, ég hugsa bara Luna Lovegood, Harry Potter, sko. It's very pretty. Já, líka bara svona, þú veist, tunglið og máninn og, það er skipt mánu í íslensku. Já, nákvæmlega. Akkur ekki Luna. Já. Til eitthvað með Moon. Pottjætt. 100%. Alveg 100%. Svo Surrey, það var mjög svona umdelt nafn hjá Tom Cruise og Katie Holmes. Surrey? Já. Hún heitir Surrey Cruise. Surrey Cruise? Já. Það var mjög umdelt á sínum tíma. Mariah Carey og Nick Cannon, börn þeirra heita Moroccan og Monroe. Moroccan og Monroe, tvíburarnir. Það svoleiðis. Svo fannst mörgum svona áhugavert, mér fannst ekkert áhugavert við það að Orlando Bloom og Katy Perry hefur skýrt dóttur sína Daisy Dove. Dove er samt eitthvað svona, ég sé bara fyrir mig sápu, skilur við? Ekki Dove? Nei. Bara vörumerkið Dove. Já. Já. Daisy Dove. Sko, ég skil Daisy ógeðslega vel, af því að hann heitir Bloom. Já. Og Daisy uppáhaldsblóm með hennar Katy Perry og eitthvað svona þannig. Þannig ég skil Daisy. Já, Dove er bara smá steikt, en samt alveg, þetta er alveg flott nafn. Já, þetta er alveg skemmtilega nafn, sko. Daisy Dove. Daisy Dove. Svo Exton, það er Robert Downey Jr., sonur hans. Ég veit ekki eins og hvort þessi sonur, ég sagði það bara. Exton? Já. Ég sagði ekki. I did not know this. Exton. Ég ætla að... Jú, það er strákurinn hans, Exton. Cute. Já, ógeðslega sætt. Og svo náttúrulega Rain, sonur hennar Kourtney Kardashian. Það var svolítið svona þegar það kom. Það er öðruvísi nafn. Svolítið öðruvísi, sko. Það er mörg öðruvísi skemmtileg og líka þú veist með Brad Pitt og Angelina Jolie með Maddox og Silo. Já, það hljómar þess að hundanöfn. Já, það geti verið hundanöfn. Maddox og Silo. Koma. Veistu hund sem heitir Sunneva? Nei. Nei, er margir hundar heitir Birta. Já. You're a dog's name. I'm a dog's name. Ég held að það sé engin hundur sem heitir Sunneva. Það er alltaf langt hundanöfn. Já, kannski. Það þarf alltaf að vera svona stutt og auðvitað svona kalla. Já. Já, true. True. Vá, hvað segjum true mikið? Ég veit það. Alveg ræðilegt, sko. Alltaf að sjáta á true. Já. Það er bara snabnið okkar, sko. Það lítur að vera, sko. Það er alveg fleiri sem hafa skýrt true, sko. Já, sko líka því að það kemur frá, þetta kemur úr fjölskyldunni. Já, ok. Og ég held að þetta komi af langafa. Hans? Hennar? Því mann í babysjánu var með svona, þú veist, skrifaði hugmyndir í nöfnunum og þá skrifaði MG Ammaner True og sagði eitthvað svona, it's your grandpa eða eitthvað svona, að við minni. Já, ok. Veist það sætt, sko. Og það er úrslega cute að hafa svona sem að skrifa á eitthvað svona stórt svona. Já, svona hugmyndir. Já. En já, ert þú með eitthvað fleiri nöfn? Já, það var að fylta svona bara svona ekki það áhugaverðum eða þú fattar það mig. Þú veist, já, það er það stjörnir sem að ég veit að fólk veit kannski ekki endilega hverjir Já, þess vegna nennir maður ekki einhvern veginn svona að reyna að útskýra. Já, að ég veit sjálf ekki hvað fólk er. Nei, mitt. Nákvæmlega. En fyrst, svo líka bara svona En Tennessee? Hennar Reese Witherspoon? Já. Það er smá
áhugavert. Já, það er bara svona eins og Chicago. Já. Er Það það er samt ekki? bara svona, Chicago er einhvern veginn búin að grófa svo mikið á manni. Já. Það er líka kallið, hvað, chai? Chai, já. En Tennessee, það er svo langt eitthvað. Já, Tennessee. Tennessee. You from Tennessee? Líka Chicago er einhvern veginn nettara orð. Já. En já, Vorum að dæma barnanöfnina. en svo maður, ég veit hvort þú mun eftir hérna módelinu Katie Price. Jordan. Svona heitir Jordan Katie Price. Já. Brestmódel. Hún sérst eignaðist barn með hérna öðrum breyð sem heitir Peter Andrew. Þetta er svona, þú veist, já, þið veitir hver þetta er ef, þú veist, þið annarkvæmt veitir hver þetta er eða ekki, þú veist, Já. það bara við séum myndaðum. En þau eignaðist stelpu og skýrðana Princess Tiami Crystal. Vá. En svona, alltaf spesið og skýrður prinsessa. Princess Tiami Crystal. Já. Það hljóma líka svo hundarnafn. Já. En mér finnst alltaf pínur svona spesið þegar þeir gefið Já. titil í Princess. nafnin. Já. Eins og systir hans Bradman, hún köllu prinsess, ég veit ekki alveg hvort hann heiti það. Ég held hún sé bara köllu það. Já. Alltaf, hey princess. Já. Mér finnst ekki svona, þú veist, ég skil óslega mikið svona, þú varst eignast barn og þú elskaði það mikið, þetta er bara Já. prinsessa. En að heita, Já, það er mjög áhugavert, sko. já. En jú, hún heitir Princess May, eða hún heitir eiginlega bara May. Hún heitir þetta bara mig og kalla sig prinsess. Þess að tala sýstir Bretman Já, Rocks. já, Bretman Rock, ég elskar Bretman Rock. Já. En samt, ég veit það ekki, kannski heitir hún það. I Gæti það don't verið? know, sko. Nei. I don't know. Já, en ég held að svona uppáhalds af þessum lista eru örugglega bara Elon Musk. Já, Hann er alveg með áhugaverðasta. já, Það sammála. ekki? Mjög sammála. Já. Þú tekur bara og skýrir bara einhvað svipa. Já, bara alveg sko. Bara hérna, Ætlar að segja mér nafni fyrir skýrnina, þar ég að komast það í skýrninni. ég mun líklegast segja það í skýrðinni. En á saman tíma, það er bara, ég er svo stressuð með einhver sem ég þekki. Þú þarf sem bara að heitir missa þetta Gunnar. út úr þér. Munu missa þetta út í sér. Já, en þá bara segja mér það þá, það er ekki að missa út sér. Já, trú. Það er miklu skemmtilega að segja það heldur en að segja það óvart. Eða hvað? Nei, það er líka fyndið. Já. Það Ég er alveg að býja moment. þetta deginum. Ég Ég þarf að googla svona aðferði til þess að láta ykkur segja þér lindamál. En það er svona að gett með nippileitið. Já. Fara með út í hotnum bara Ok, hóta bara. En ég var samt í fyrsta skipti í dag að googla þýðinguna á nafninu. Just, ég vissi ekki hvað það nafn þýddi. Og hvað þýða? Ég held ekki, vá, svo getur þú googlað það bara og farið nafni. Nei, Má ég reyna nei, þú veist, pældi ef þetta væri bara eitthvað svona, nú ætlum ég bara að skjóta þetta blæðinu, þetta væri bara svona nafn úr norræni goðafræði, eitthvað svona, þá er ekkert mikið sem kemur til greina. Nei, Þú veist, þannig að, Freyja. já, þú veist, þannig að ef ég myndi segja hvað orðið því, segjum að, eins og, ég veit ekki, breki, er það ekki alda? Já, Ég held að þú veist, orðið breki sé alda, þannig að ef ég myndi segja, já, þetta er svona öldugangur, þá myndir þú fatta, breki. Ég myndi aldrei fatta það. Af því að ég vissi kannski. ekki breki fyrir alltaf. Ég held það, ég veit ekki heldur. En er þetta í höfu á einhverjum? Nei. Hvenær fæ ég Sunniva? Það er góð spurning. Hvenær kemur litla Sunniva? Er þetta í höfu á enginn sem celebrity? Nei. Er bara enginn sem heitir þetta? Nei. Jú, fullt af fólk sem heitir það. Einhver sem ég þekki? Ég veit ekki. I don't know. Ég veit ekki. Veit ekki. Veistu alveg? Nei, ég veit ekki. Ok. Ég veit ekki Ég alla þarf sem bara þú gegnum þekkir. 2 mánuði á þessu. Ég veit búin. Byrst búin að vita nafnið síðan bara... Já. En ég segi, svo gæti það breyst. Það er ekkert að hjálpa mér, sko. Eða það er ekkert að láta mig líða betur. Jú, þið myndir líða betur. Nei. Ekki? Nei, og samt bara að halda lindamál svo lengi. Já, ok. Ég er bara hlakka til að gera það við þig. Já, það verður ljótt, sko. Mynd þú geta það? Já. Með það? Ég bara mun þröskast að því þú gerði það við mig. Já, ok. En Jóa sagði þér ekki? Nei. Nei. Nei, these bitches. Nei, These joke. bitches. Svona er Þetta það. svona partur af programminu. Já, þú veist, leifa mér að lifa í spennunni með ykkur hérna, sko. Bara halló. Ég get sagt þér eitt. Hvað? Er að manneska sem ég var með um daginn sem ég er Já, alls hún giskaði þetta. já, sem, Hún er búin að segja það. það, Já, sem ég er alls ekki oft með sem bara sagði nafni ég var bara Er þetta íslenskt nafn? Er þetta svona af erlendum uppruna eða? ég veit ekki Ég veit ekki.
Herðu, ok, Birta. Ok, við sjáum skýrninni. Sjáumst í skýrninni. Nei, takk fyrir samveruna. Takk sem leiðis. Og takk fyrir að vera ekki ofbrjálu við mig. Þú ert að fara að fá að vita þegar þessi þáttur kemur út. Nei. Víst? Þessi þáttur kemur út eftir hann í mæ. Langt í það, sko. Nei, elskan, það stutt ég að. Þú veist það ekki? Jú. Hvað mennur? Ég veit alveg hvernig skýrnin er. Nei. Þú ert búin að ræða þetta við mig. Já. Það er langt í þetta. Herðu, Birta. See you next time. See you next time.